Það komið sæl, synir Egils eru að hefja göngu á ný, svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma 3 manneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ritstjóri Kímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar. Við ætlum að ræða stöðu fjölmiðla og líka varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið á erlendum vefsíðum en lítið hér heima og hvort þetta sé ekki líka bara ógn við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá ætlum við bara aðeins að spjallum pólitíkina svona með okkar hætti en komum á vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, verður velkominn. Takk. Daði Már. Takk fyrir. Og Halla Gunnarsdóttir, verður velkominn. Takk. Já, það hérna áður við fórum loftið, þá vorum að tala Evrópusambandi umræðuna. Finnst ykkur nú niðurgengileg, Bjarni? Ég veit ekki, því var nú haldið fram að hún allt of lítil vegna þess að boðað væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugan við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandið þannig að þetta kannski fyrir aukan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast? Jú, ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir, sko. Ég held að gerist langt mest síðustu 2-3 vikurnar. Já. Daði, þið ríkisvöndi. Hérna Kristrún búin að boða það. Hún ætla að koma inn í umræðuna, það ekki? Nú hefur svo sumlega byrjað og hefur verið að taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé, og við sjáum það líka á skoðanakönnunum, kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég tek eftir því að forystumenn ýmissa flokka eru á öndverið meiði við kjósendur sína og það er svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur að mörgu leyti verið opin og margir hafa tjáð sig. Þetta hefur maður alltaf ágjör af því að ekki sé allt málefnalegt en það er rétt sem að þið voru að segja þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski óttuðust af því að svona sumarið nú oft tími þar sem fólk er að hugsa annað. Kannski rigningin suðvestanlands hefur hjálpað til að skapa svigrúm fyrir Evrópuumræðu. En kollega þínir, Halla, það var verið svona tjáð sig meira en þú hefur gert. Að þú spurður upphörlega hvort að okkur finnst umræðan vera ómikil, þá finnst mér hún vera ómikil, ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki, það gerir það, heldur vegna tímasetningarinnar. En þess að 2 dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á forsendur kjarasamninga eru brostnar. Þannig að það er svona umræðan sem við höfum verið að einbeita okkur að og einblína á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu. En þess að þetta er auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnahagslífi. En Gunnar Mári. Þú lítið tekið þátt í umræðinni. Þú ekki tekið mikið þátt í umræðinni. Ég gerir það ekki ef það er nóg af öðrum til þess. Jónas Kristjánsson ráðlaði með einhvern tíma þegar ég var ungur maður að ekki svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja. Og ég hef ekki bara neitt til viðbótar við það sem maður sagt. Mér sýnst ekki vanta neitt upp á umræðina í Evrópusambandið. En kannski af hverju þetta er á dagskrá núna, mér finnst allt í lagi að velta því upp eins og Halla gerir. Það sem að Kristrún benti á fyrir 2 árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trufla annað og ég held að það sé ákveðin vandi. Eins og við sjáum, þetta er náttúrulega svo risamál að þetta tekur allt sviðið. En það eru nærtækari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áframhald kjarasamninga, býst ég við, að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og VR. Og fjármálaráðherra, þetta verður með bara. En á sama tíma þá er allur fókusinn á Evrópusambandið eins og það sé lausnin. Og ég meina, þó svo við værum að fara inn í Evrópusambandið, þá er hellingur eftir að gera til þess að fylla skilyrðar til þess að taka upp evru. Það er alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar.
Já, skoðum það eins sem Halla sagði, ef að hérna það er bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur er sagt upp, ekki að skilja það rétt. Það er ekki gefið þessi sagt upp samningur, það getur verið þessi endursamið. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist, það er það sem að Halla var að segja. Að forsendu bresti, já. Já, en þá er það bara spurningin sko, hver er staðan? Vinnið þá sem sagt segja upp þessum samningum? Og hvað þá? Sko það sem við höfum sagt og lagt þung áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað. Þegar núgildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýrivextir leið. Og við búum ennþá og erum búin að búa núna í næstu 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa. Og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sæjum við eitthvað á spilin, bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni, hvað þau og stjórnvöldum, sveitarfélögunum, hvað þau ætluðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram. Við lítum hins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða, fókusin er annar staðar. Og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikilli aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá er ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir. Sækja leiðréttingu í gegnum launahækkanir. Það er eina tæki sem við höfum. Og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðilarnir sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það, að minnstu kosti ekki fyllilega, kom ekki inn í þetta líka, þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að fara fram á leiðréttingu. Jú, og þetta er svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir. Það er að segja að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leyst með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langtum meiri heldur en að var samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést. En er það ekki þá svona launaskrið sem er eiginlega sök fyrirtækjanna? Sko það skapast ástand, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu sko. Það skapast ástand í samfélaginu þar sem er of mikið spenna, er of mikið hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum leitt eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum seint alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð of mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólgnir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana. Nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASÍ, SA og stjórnvöld með kjara tölfræðinefndinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undanfarin ár og niðurstaðan er ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt tekjutíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla er kannski sérstaklega að vísa til sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þyngri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðinn. Það er hópur sem er kannski í vestri stöðu vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita töluvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur. En hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðinn. Þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðinn. Það er eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið. Og þurfum að borga
svívirðilega háa leigu á meðan það býður. Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem ég held við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín varnar orði eru þá bara í raun og veru það bætir ekki stuð annara Nei, en við getum ekki hellt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið Við þurfum að ná höndum saman launþegahreyfingin með stjórnvöldum, atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til þess að ráðast á rót vandans, ekki á þessar greinar sem standa út í lofti og slá okkur í andlitið. En má ég spyrja, það hljómar svona eins og að ef það hefur verið kaupmáttaraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæðir foreldrar, það sem að kemur til dæmis fram í könnunum Vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að ætla að þá gæti ríki komið eitthvað á móti, stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæða foreldra og þá sem að hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgu og þar alveg sýnilega kjararýrnum framöndan? Já, það samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja. En þú semur fram í tíman? Já. Samt þurfum við að vera meðvituð það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skynsamlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerður ráð fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist. Það hafa að því leyti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins hratt eins og við höfum vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllilega haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem aðila vinnumarkaðar eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúist það að sjá hversu umfangsmikið þetta og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég er algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki ef við förum út í rætur hans þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála en það semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þess vegna ekki undir mig höllu að við höfum ekki brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankann í því að draga úr spennu. Heldur að verðbólga sé vegna hallareksturs og ríkissjóði? Já, ég held að þeir 800 milljarðar sem var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinum í að rífast við aðra hér að á sínum tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID. Eftir á að hyggja voru þær ofumfangsmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist röð óheppilegra atburða í kjölfarið gerði ástandið ennþá verra. Erlend verðbólga sem við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfarið á COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi. Allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hagfræði tungumálið, verðbólguvæntingar losna upp af akkirinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa að því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minnka gjöld eða lækka gjöld hins opinbera og annað slíkt. Það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér það að skapa ennþá meiri svigrúm til þenslu. Þannig að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera. Ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðalatriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
Já, það er dálítið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það er ekki hægt að endurorða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendu ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarnar sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikann sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta er 2024 í upphaf árs. Þá eru heimili landsins með mörg 100 milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, obbinn af þeim var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem er sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma hérna önnur atriði eins og gjaldfrjálsar skólamáltíðir og mjög mikilvægir þættir sem koma þarna inn sem gera verkum að launafólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerðaverkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300.000 krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 4-5% sem eru ekki lágir vextir, en hólið er náttúrulega svona í íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta er samhengi kjarasamningana og það náttúrulega eigur enginn kaupmátt sinn í þessum aðstæðum. Það gerir það enginn nema skuldlaust eignafólk og það er ekki þorrinn af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með launaskriðið. Verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskrið segir okkur auðvitað það að það er einhver fyrirtæki sem hafa haft svigrúm til þess að hækka laun umfram þessar lágu launahækkanir sem samið varum og þau hafa gert það. Af hverju gera þau það alltaf? Bara það ganni síðan? Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skiljanlegt. Og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst. Ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá það er eitthvað launaskrið en það er ekkert eitthvað gríðalegt. Það er kannski og í kringum verðbólgu. En það breytir því ekki að það er fullt af fólki inn í mínu félagi og það er ekki bara einstæða maður og leigjendur, það er bara fullt af fólki, bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. Þannig að það er allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar, allt annað hækkar. Atvinnurekendur úr stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leyti verðlagningu, þau hafa hækkað verð umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónusta verið skert við barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta er samhengið. Það er ekkit skrítið að launafólk sitji og segi, áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu? Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stóra áfalli sem við lendum í þegar Vá fer á hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 milljörðum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákváðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 milljörðum af tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta voru ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfaldlega lentum í djúpri efnahagslægð. Og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þágu launafólks, var það að við erum eitt örfárra ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarrýrnun. Kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það er í raun og veru alveg stórmerkileg staðreynd. Mín skoðun er svo að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti
heldur en Hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina, þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastigið of lágt, of lengi, að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldistímanum, aldrei áður lægri vexti, og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðarlega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma, þá ofhitna vélarnar. En það ótrúlega gerðist að það var enginn í raun og veru skilin eftir. Afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga, meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá. Og það sem ég kannski sakna, ég meina þetta mjög málefnilegt sem að Halla að rekja og auðvitað það rétt að það var, það verður að horfa á textan eins og hann var saminn og allt það. En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiddi til þess að forsendubrestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á við þetta. En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu. Heildarlaunaþróunin. Það kannski ekki laun verkamannsins. Það eru ekki launin sem eru að valda. Það er nefnilega að vera sammála Höllu þarna og það mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo bara ágætt skýrsla. Þeir hafa ekki trú á hallalausu fjárlögum hjá þér? Nei, ég skil nú ekkert í því. Hallalaus fjárlög 2031. Já, að segja þeir, en ég mun sýna fram á að þeir hafa rangt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru 2 greiningar. Önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir. Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn eiginlega alveg á önduru. Já, ég veit það og þess vegna ég að vekja athygli á þessari greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta svona þriðju aðilar óháðir í íslenska hagkerfinu sem að benda á þessa staðrind. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt hana mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér. Ef ekki framleiðni þróun, þá geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðarframleiðslunni ekki farið fyrir 100% og það í sögulegu hámarki þessar myndir. Og þó að ég hafi aðeins kýtla Bjarna áðan og hann hafi farið í að verja ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri. Þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er. Þetta þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur af verðbólgu í gegnum tíðina að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það að þeirra mati vegna útbreiddrar notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Mið-Austurlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi.
Það er bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli. Þið talið all eins og það sem markmið að viðhalda kjarasamningum. Forsöldunir hafa Ég held að sé alveg gríðarlegt hagsmunamál að við finnum einhvers konar niðurstöðu. Það hefur alltaf gerst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að viðhalda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur verið leyst upp út af forsölduákvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, ég vil eitthvað fara til þín og þú biðin að redda því. Kannski er það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að vísa til. En þið talið jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tiltölulega hógværar launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukinn kaupmátt til heimilanna. Þetta veðmál gekk ekki upp. Af hverju erum við þá að reyna að viðhalda samningi sem var kannski bara byggður á miskilningi eða... Ef ég má bara aðeins áður en að Halla að sjálfsögðu kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Sko, þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun, hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100%. Að það er líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir. Og ég held að þrátt fyrir að forsenduákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta, þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðilar vinnumarkaðarins eigi nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það er allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni. Ég held líka þetta sem Bjarni sagði áðan. Við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil. Jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna, jafna dreifingu ágóða í samfélaginu. Núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem er að loka augunum, leyfa svo bara gerast, leyfa síðan gengi krónunar að falla, þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að. En sko vandamálið er ekki laun að því þurfum við ekki hærri laun. En það sem Hall er að segja, sko, það er hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu. Þið fóru aðeins yfir að náðan til þess sem er námsfólk og það er líka fólk sem er bara fast í þessu, kemst ekki. Algjörlega. Já, og ég held er ekki þangað sem við þurfum að beina augum okkar. Algjörlega. Jú, það þarf að huga sérstaklega þeim hópum. Það fá bitin mikið minni sem við erum að borða, sko. Já, það má segja það, en við þurfum líka að horfast í augu við það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera að jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annar staðar og að jafnaði herra vaxtastig. Við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun, sko, eða þessari ítrekkaðu niðurstöðu. Og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins er sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið. Við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem er að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum. Þá viltu að Daði komi með ráðstafanirnar, þið vilja ekki hækka launin? Já, ég held að veri í raun og veru algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langt frá það sem samið var svona heilt yfir. Að halda að það sé hinn endanlega lausn. Ég er ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem eftir lifa þá að samningnum, sko, eða hvað það er. Ég er miklu meira að horfa líka til lengri tíma vegna þess að það er rétt sem að
Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað, þá vorum við bara með mjög mikið stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu. Við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólguvæntingunum niður og það horfir þá ekki bara til þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum, heldur ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og það þarf líka sveitarfélögin. Hvað áttu við með því? Viljið þið taka upp samninga og framlengja þá? Nei, ég vil bara að við dýpkum samvinnu okkar, til dæmis varðandi kjaratölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt, hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjarasamningsgerð. Ef við horfum á síðustu lotu, þá gerðum við tilraun til þess að ná utan þetta, en á endan þá komum bara ekkert allir með. Það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulaginu og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessari niðurstöðu en það bara komið að okkur núna. Og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu. Og það til dæmis hafði þær afleiðingar að vísitala launa hjá hinu opinbera fóru upp 11%. 11%. Árið 2025. Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það alltaf þannig að opinberi markaðurinn með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðnum. En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður sko. Nei. Þetta bara heilt yfir og mikla hækkanir. Já. 17% launahækkanir. Þeir fátækir sem var að hlusta hérna, þeir heyri ykkur bara tala eitthvað sem að gera við verðum sem samfélag að hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma. Við verðum líka að hafa þroska til að hugsa þá sem að báast hafa það. Að sjálfsögðu. Það fæst ekki niðurstaða án þess. Nú ég komin í þá skringilegu stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld. En eins og ég benti á, ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðhagsreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út, að þá hlutfall launa af vergri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og launajöfnuður með því besta sem gerist í heiminum. Meðaltali alltaf von. Nei, þetta er ekki meðaltöl. Og þú áttar á því þetta raunverulega þannig að þetta mæling á dreifinguna. Og hún við erum bæði með mjög há lágmarkslaun og við erum líka með mjög óvanalega þétta launadreifingu. Þannig að munurinn á lægstu launum og hæstu launum með því minnsta sem gerist. Þetta til dæmis fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðru í út eða það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á og ég kom ekki að áðan og ég er algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir, þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðarins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarfir sveitarfélagana til þess að selja lóðir. Við þurfum, og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á, að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði og það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað, en samt hafa verið stigin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingaverkefnum þannig að þau hendi inn í hlutdeildarlánakerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið. Eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu, annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess. Þar lausnin meira framboð. Ég held að skipti mér finnst þetta, bara byrja að segja, minnst það mjög gott samtal og mikilvægt og ég held að þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framöndan núna í haust. En sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað
og svo sé hvernig brugðist því með meiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum. Þetta er ofboðslega einföldun og eiginlega rangt, sko. Þetta er rangt. Verðbólgan er náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar er flókin. Verðbólgan sem við glímum við núna er að náttúrulega mestu leyti komin til út á húsnæðismálum, út á óleistri húsnæðismálum. Það er ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum Þú veist, hér hafa orðið mjög miklar innlendar verðhækkanir. Það hafa orðið mjög miklar gjaldskrárhækkanir. Veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárnar sínar ekki bara einu sinni í fyrra heldur þrisvar sinnum. Þetta er allt að fara beinarleiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá góða ákvörðun að vernda almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í Miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem er gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, hversu mikilvæg hún er. Hins vegar setja ég spurningamerki í gildistíman og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og átökin gilda en ekki eins lengi og kjarasamningar. Það er ekki miklu óbragði, hann heiti alveg langur máli að tala hvað það var það vildi helst ekki vera að gera þetta. En það sem ég held að skipta mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifin verðbólga en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekkert á. Og við erum föst inn í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda samdrætti og atvinnuleysi. Núna í byrjun árs voru 18% ungmenna aldrinum 16 til 24 ára orðin atvinnulaus eða ekki námið að vinnu. Þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs. Svo skánar þetta yfir sumarmánuðina sem er mikilvægt. Með þessu samanlagt eru við að stefna inn í einhvers konar kreppuverðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Ég halda að Seðlabankinn myndi halda raunstýrivöxtum svona háum. Það er að segja stýrivextir frádregin verðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug í það. Mér datt ekki í huga að það myndi eiga sér stað. Ég ætla að fá að klára. Og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhverja úrelta kenningar og segja bara launahækkanir. 5 mínútum eftir hann sagði, ef að launahækkanir verða lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi. Þannig að þetta er algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk. Síðan langar mig líka bara að segja, sko, það er mjög, mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það er auðvitað eitthvað sem er ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapinn. Hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar. Og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu, fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá er of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt er einhvers konar niðurskorastefna sem er hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst að í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut, ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur veruleikanum og því sem við viljum gera fyrir Seðlabankinn okkar er með allt aðra stefnu heldur til dæmis alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega er þó eiginlega einn af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum. Já, ég er að reyna að fá hann til breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla þess þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga er og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár og vonast til að allt verði betra. Það er núna gengið sér til húðar. Þetta er grundvallaratriði og þarna held ég að taka undir það að stefna Seðlabankans sé óheppileg. Já, sko. Ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi er óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því er mjög einföld. Það er útbreidd notkun verðtryggingar og svo tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það er allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis ef þú fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðartöf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það er bara 1 mánuð. Það sem við köllum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára. Það er alls ekkert fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta
gerir það þá líka að verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu af miklu meiri hörku. Þó svo það virki ekki. Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það er þá aftur komin í pínlítinn hring. Það sem ekki virkar. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankanum þeim var breytt og Seðlabankanum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki, og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans, stýrivextirnir einir og sér, og þar ég bara algjörlega sammála Höllu, hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðhagsvarúðartæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxtaákvarðanir bankans eru. Það er auðvitað líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eykur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar með úr arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar. Stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu? Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrst alveg, ég kom ekki hingað til þess að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunnar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í er út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóðaflugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnahagskerfið. 20.000 störf skóluðust út og 200 milljarðar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraínu og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu, mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að er ásættanlegt og við erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður. Síðasta árið hefur dálítið slætað, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gerst í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fast við verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%, hún er ekki 20% eins og þegar ég var úlingur, eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0,5%. 0,5% frá því sem að stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið. Og við erum eitthvað óræfegu frá þessu. Og við höfum gert marga hluti mjög vel frá fjármálahruninu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á áðan, þjóðhagsvarúðartæki fyrir Seðlabankann og endurskoðun peningastefnunnar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankann, sameining við fjármálaeftirlitið, langtíma fjármálaáætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting, samtal við sveitarfélögin í fyrsta skipti. Þetta allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25%. Og við getum náð því sem upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir. Ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveiflna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk. Heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta. Við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn. Þannig að það er svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja get okkar til þess að gera betur. Og við erum búin að laga til svo víða, en það er eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar, það er kjarasamningsmódeli. Hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt. Það má ekki gerast, þannig að það er áskrift á verðbólgu. En Bjarni, þú dættir svolítið í það að vera fyrirvændi fjármálaráðherra. Nei, ég meina við erum að glíma við verðbólgu. Ég ætla að spyrja framkvæmdastjóra SA. Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabanki sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim af samfæringu. Hann er samkvæmur sjálfum sér. Ef það eitthvað sem ég myndi vilja biðja kannski oftar frá Seðlabankann og þá væri það að menn leyfðu sér að efast fyrir ákvarðanir sínar. Það hefur auðvitað aldrei gerst. Það reynst rangar. Já, ég þeirra skoðunar eins og ég búinn að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag að vextir voru of lágir of lengi með við ástandi sem við byggum í. Og þá ég að bæði að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda. Og við getum þá líka sagt... Þú varst glaður með það á sínu tíma. Ég svindla núna og gerði það aftur á fyrrverandi fjármálaráðherra. Þá varst að fagna því að væri lágvasta stefna til lengri tíma. Já, og á þeim tíma voru allar mælingar, Hagstofunnar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast. Þá vorum við að vanmeta hitann í hagkerfinu. En þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stýða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færri fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til þess að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að ástandi var afstæðið. Þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðli að geta gert það og síðan alltaf þegar horti fram í tíman þá verðbólgan alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað það að þá fer maður að spyrja sig sko hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu þetta þetta byggt inn í módelin og þetta það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankinn sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna. Ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankinn séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem við höfum stjórn á sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem sagt hérna verðtrygginguna. Við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það út allt. Ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sínar í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það rýrni að verðgildi. Þú veist, þetta út allt í kerfinu. En þetta raunhæft sem þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni? Það myndi þýða það að það veru 10.000 heimila sem myndi bara missa húsnæðið sitt. Ef þið þurft að borga breytilega vexti. Fólk fer inn í verðtrygginguna, ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér, hún þó bærilegri en hitt helvítis. Ég má bara fylla aðeins inn í hérna. Ég held að útbreidd notkun verðtryggingar, við séum aðeins kannski því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn. Það eru varla til leigusamningar sem ekki verðtryggðir. Það eru varla til þjónustusamningar sem ekki verðtryggðir. Þið getur breytt því með lögum? Já, já, við getum það, en við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það að vinda ofan af henni tekur einhver tíma. Það er engin annar sem breytir því. Leigjandi breytir því ekki sjálfur. Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta ítrekkað. Þetta er það sem við ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginnar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna á morgun að þá verður það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru á leiðin út á fasteignamarkað það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamáli þær eru í grunninn vandamálið já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri. Ef að verðbólguvæntingar eru mjög lágar, þá er þetta miklu minna mál. En það var gert en dregið tilbaka aftur. Það var, fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum. Það færði sig bara aftur. Okkur hefur aldrei tekist að byggja upp lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma. Þetta alltaf verið skammtíma lán, nokkur ára kannski. Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans. En hann vil endurskoða vinnumarkaðsmódelið. Já. Hvað þýðir það að taka réttindi af verkafólki við að berjast fyrir bættum kjörum? Ég ætla nú ekki að ætla honum það og ekki neinum sem að tala um það og þetta er sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu og annað slíkt En margt af því samt sem að hann var að vísa í og varst að vísa í þetta náðan Bjarni það var reynt í síðustu samningu að semja tiltölulega lágar hækkanir
reynt að lemja alla inn í þær og á verðbólgutímum en fyrirtækin áttu að koma á móti og stjórnvöld áttu að koma á móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að við getum fellt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega vera stóra vandamálið. Síðan annað og mér langar bara að segja að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólk sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinn ofsarík og miklu ríkari, heldur millistéttin að minnka, það að kvarnast úr henni og fleiri að verið þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafa ekki í svo á. Og þetta hefur okkur tekist að verja hérna. Og þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru, þá þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu. Og þar hefur að mörguleiti tekist vel til. Þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki. Við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisstjórnin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið. Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið? Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundið þegar maður að hlusta á umræðuna þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað starf út og ballar hafi algjörlega ótengt en það þetta grundvalla munur á því að vera með EES-samningin eða ekki. Og við teljum að sem þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru það að við í þessu tiltölulega fámenna landi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og á eigin ramleik, það sé alveg gríðarlega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta séu eitthvað trúarbrögð Þetta hagsmunamat. Og þær aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma. Það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin ramleik. Hvaða málum? Ég er svolítið forvitin núna vegna þess að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandið skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum þið vitið, innra skipulega ríkjanna þá það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt sem við höfum semjum sjálf þegar við tökum við bunkanum frá Evrópusambandinu við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríverslunarsamning við semjum sjálf við Kína en við gerum það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandið einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar ég ætlaði bara, það eitt sem við höfum ekki rætt og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk, náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist. Halla fór yfir hérna nokkuð sinnum. Að forsendurnar sem að lagt var upp með voru loforð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttir. Og sem að viðkomandi hafa svikið aftur og aftur og aftur. Tryggingin sem við getum, eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunar. Yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til, hvar upphafspunkturinn í henni
sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum. Við erum auðvitað lítið opið hagkerfi. Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd? Nei, þá nefnilega slæmt að hafa slíka mynd og stundum við talaðum þetta sé catch-22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýjum vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess þá þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið loforð sem ekki hægt að svíkja. Niðurstaðan samt svo verið með mestan kaupmáttir af öllum sko. Já, en sko með Sviss og Noregi sem verið fyrir utan. Þá finnst mér þessi röksemdafærsla er mjög skrítin vegna þess að þú getur beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki Grikklandi, Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar. Svo, að þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdir. Við höfum bara af eigin ramleik sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins af eigin ramleik tóku stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til dæmis nafniðinn sem gerði EFTA-samningana fyrir okkar hönd. Þetta er alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi. Okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess. Við erum hér hreinskilin. Ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi, hversu mikið af því sem þið sjáið var framleitt á Íslandi? Og hvernig óskupunum er það komið hingað upp á þessa eyju? Ef ekki væri fyrir opin viðskipti. Það gerði þess að vera áður en við gengum í Evrópusambandið. Já, þú veist, þetta er bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi, vestnar ekki. En það er, þú ert sammála Bjarni að staðan á Íslandi sé góð. Akkur viltu hætta því með því að sækja um í Evrópu? Ég er ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég er að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég er að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvaxtarskeið, góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Íslandi er því betra fyrir íslensku þjóðina. Hefur betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því að hafa fastgengi í stefnæðurinnar? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikit fyrir okkur til að taka neina ákvarðanir lengur. Það er mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu, Jesús Kristur, þar er pólitík gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það er eitt. Hitt er síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar er verið að grafa undan stofnununum sem að Bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimsstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðaviðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar og þangað til í dag. Já, en við erum núna að sjá að Bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei, þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda. Þetta er spurning veg til að fara og hvor er betri. Það sem Bjarni segir, að við erum búin að búa til hérna, bara ágæti samfélag. Já. Noreg og líka. Hætta því einhverja... Við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut. Ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ég veit það. Ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES, ekki sjálfur sér, frekar en þegar við tókum þátt í GATT. Þetta er stæðsta skrefið í dag. Það er nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafarvaldi og dómsvaldi og sem að þú eigur samskiptiðin við aðrar þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli einhvers konar málum. Hvað, ertu búin að
Hvor bara meinur? þetta til þess að taka ákvörðun hvað ætlar að kjósa. Ég var búin til á Íslandi, ætlaði nú bara að taka það fram. Já. Nánu til Líka þig í ég. Norðurmýrinni. Líka ég og líka hérna. Bjarni, Já. en ekki borðið og ekki hljóðnuminn. Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið áfram að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstu kosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðin undan. Og það kynslóðalóðurinn sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa verra heldur en okkar kynslóð. Og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni. En mér finnst ESB auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhóttnum. Í VR eru mjög skiptar skoðanir. Við gerum könnun að vísu áður en var ákveð að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin, bara algjörlega eins og þjóðin. Það er hnífjafnt já og nei og svo einhver hópur sem er óákveðinn. Og mér hefur fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórn VR. Innan stjórnar VR eru líka mjög skiptar skoðanir. Þú ætlar ekki að segja okkur hvað ætlar að kjósa. Og halda fókus á kjarasamningum og kljúa ekki félagið. Því að það eru svo skiptar skoðanir. Nei, ég er sittinn sem formaður VR. Ég er fyrst og fremst að tala sem formaður VR. Hvað finnst þér þá verkefnisleiðtoga sem eru með mjög skýra afstöðu? Mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko. Og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig, hvort að fólk er að fara eftir því sem að félögin þeirra að segja og hvort það er að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis. Ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaður VR og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmæti í því að við sem erum í forystu fyrir VR höldum fókus á því sem okkur er ætlað. Það er að segja á kjarasamningum. En síðan auðvitað ef niðurstaðan verður já, þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASÍ undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki. Og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko. Þetta sé einhvers konar svona Excel-skjal sem við getum bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það er niðurstaðan. En þetta er ekki þannig spurning. Hún er miklu flóknari, víðfæðmari en það og auðvitað ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundvallar sinni ákvörðun. Hvort að það eru gildi, alþjóðarsamvinna, viðskipti, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annað skilji. Og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítarlega en innan verkalýðshreyfingarinnar skiptir máli að við höldum fókus á réttindi launafólks. Þar hef ég áhyggjur af þessari samstöðu sem er að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neinu að helsta vandamál á Íslandi sé vinnumarkaðsmódelið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta er svona þau atriði sem ég ætla að halda mínum fókus á. En verða áfall ef það kemur já upp úr kossunum? Nei, það er ekkert í sjálfu sér, ég menna það er ekkert í sjálfu sér áfall, það er þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það er alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það er ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það er mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu, stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess sem að fólk nefnir. En ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem er kannski dálítið sérstakt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu er það að þetta hefur aldrei verið gert áður. Það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga. Það sem er, já, býtur rólegur. Þetta, sko, margt gerist yfir langan tíma. Nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hver í pakkanum og lýst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum lýst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samning undir þjóðana. Miklu algengara er að menn byrja á því að vinna meirihluta á þinginu og hafi þannig meirihlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana. Pólitíska ómöguleikinn. Já, það er það sem við ræddum á sínum tíma að við gætum ekki farið í viðræður ef að þingið er ekki með og engin meirihluti og engin vilji til þess að ganga inn og raun og veru. Þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á, það er það sem að verður dálítið áhugavert að fylgjast með er hvernig fer ríkisstjórn að því að bera uppi viðræður og bera á þeim ábyrgð gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og er með miklar efasemdir. Það höfum við hvergi séð. Það hefur aldrei verið látið á það reyna.
Og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar, hvaða staða þá komin upp? Það verður ekki þingið að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar. Ef meirihlutin segir já, verður ekki bara að setja sig við það. En hvað ef að atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það getur vel verið að það verði engin samningur gerður? Eins og margítrekkað Hver hefur margítrekkað það? Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu. Sko, ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við. Það það sem maður heyrir alltaf. Held ég að þetta eru risastórar ákvarðanir. Menn getur þetta rætt það hér. Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningi farið? Eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EFTA-samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið? Ég verða viðurkenna, svona spurninga alveg nákvæmlega eins og Halla var að segja það eru bara meira heldur en pólitík, þær eru svona súperpólitískar og við höfum ekki að rætta hérna en það er beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum og mér finnst samkvæmt skoðanakönnunum þeir allir það kjósendur og miðflokkurinn er ekki margir jáar af það já, en samt þetta er satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún er meira heldur en bara ein hlið á henni að alveg eins og Halla var að koma inn á hérna áðan að þá er þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara. En hvað ætlið þið að gera ef það kemur nei? Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð. Myndur þú mynda þá var þetta málega dottið að dagskrá allavega næstu 10 árin? Já, ég myndi nú halda það og jável lengur þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum og reyna að alúða að vinna að því að bæta hér lífskjör. Verður þú þá ekki tiltölulega sátt við nei, Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumálum. Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðuð þá fannst mér hún óefnileg út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem að teiknast hérna upp í haust. Ég ekkert að móti því að þjóðin sé spurð og í sjálfu sér hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu, vegna þess að þá var í rauninni farið að stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og þannig ég er ekkert mótfallin því það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars staðar. Ég bjó nú í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt það hefur ekki verið auðveld vegferð óháð, þá er ég ekki að tala Brexit per se, heldur bara þessi niðurstaða, þetta er svona ofboðslega mjótt á munum, þannig að mér finnst svona ábyrgðar hlutin að vinna úr þeirri stöðu. Nú ef að jáið verður ofan á, þá eru þetta verkefnið að tryggja það að hagur, réttindi og kjör launafólks batni við þessa eingöngu en versni ekki, það er markmiðið og þá bara einbyttum við okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vegferð tilbúið í þá vegferð og það því að komið inn að frá skipta skoðanir inn í flokkum og inn í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkefnishreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni eftir niðurstöðu og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og tryggja að þær ákvarðanir sem hér eru teknar verði til góðs. Þetta er góð lokaorð í þessari umræðu. Bjarni, Daði Már og Halla, þakka ykkur fyrir komuna og hér á eftir koma til okkar Eyrún Magnúsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla.
Já, komið sæl. Við erum hér aftur og nú ætlaðum við að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta eru þið komin til mín Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ritstjóri útgefandi Kímalsins, Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins. Verið allar velkomnar. Takk. Sko, tilefni það er kannski tvennt í þessu. Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka. En tilefni kannski tvennt. Það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á erlendum vefmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingamarkaðurinn er bara frosinn. Það er bara ekkert, engar herrferðir í gangi, það er ekkert og þetta er mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg örugglega eins og vel og við sem hér erum, en á sama tíma þá finnst mér þegar maður sér íslenskar auglýsingar á einhverjum sérstökum, sértækum erlendum fjölmiðlum að þá er þetta náttúrulega líka jafnvel ógn bara við bara skrifaða mál og við íslenskuna. Eyrún, þú þekkir væntanlega þessa baráttu sem ég er að lýsa. Já, en ég var nú að velta sem þetta upp daginn, ég skrifaði þetta pistil bara á LinkedIn, þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í rauninni og ég nefnilega held að kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel að því að ef ég hugsa sem auglýsandi auðvitað leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu eða eyru á sína vörur og síðan þegar fjölmiðlar er ekki lengur það svo leið sem er best til þess að þá leita þeir annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt, það er auðvitað það þarf að horfast í augu við að þessi peningar eru mikið til farnir og það er meira ekki alveg réttar tölur hjá Hagstofunni eða, ég ætla ekki að fara að leiða þetta Hagstofunni en það er samt það eru smá blekkjandi þegar við tala þessar auglýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár, einhverja 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar, en RÚV eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkaðnum. Þannig að þetta staðan miklu, rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti von á og ég held að þetta sé ekkert að fara, þetta kemur ekkert bara allt í enn tilbaka. Kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi, sem sagt íslensk fyrirtæki sem er að auglýsa, kannski þurfa að fara að segja, heyrðu, það er bara hluti af okkar sjálfbærni markmiðum að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar. En ég held að þetta sé það líka að horfast í augu við þetta, stjórnvöld þurfa líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það er bara verið gert svona, það hefur verið gengið út frá að fjölmiðlar geti gengið að auglýsingatekjum. Núna er það ekki lengur þannig en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að ýta undir það þessi keyptar áskriftir af fjölmiðlum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem er komin upp. Hérna í starfi fjölmiðlanefndar, er þetta eitthvað sem að þið er að huga að eða? Já, vissulega. Við svona almennt séð erum við þetta bara að fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmiðlum og bara stöðu þeirra heilt yfir. Við höfum auðvitað verið það undanfarin 10 ára að breyting er orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það er auðvitað af ýmsum ástæðum sem að staðan er orðin svo sem hún er í dag. Það hafði auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski
aðeins punktin frá eirunu, hið opinbera hefur svo sem verið hvatt til þess að styðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands. Ég held að það meira sér komið fram í nýrri stefnum fjölmiðla sem var birt á seint á síðastlinu ári frá ráðuneytinu. Það væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að styðja við rekstur fjölmiðla. Við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir það og viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leyti gert. Heilt yfir þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd. Á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun, þannig að það það eitthvað sem að við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að muni frekar breiðast út og verði svona stutt betur við. Já, það það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera. Þetta eru orðin svo mikla breytingar, sko. Það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þess að Morkin sem er náttúrulega bara svipri á sjón sem hann var en samt sem áður og Sín sem er til þess eins og ef við talum fréttirnar þetta er 10-12 mínútna fréttatímar og meira svona skemmtiefni nánast, sko. Þannig að sko, svo eru fullt af svona bara einsmanns fjölmiðlum út allt. Podcast og þanga mæta forsætisráðherra, fyrrverandi forseti og fleiri og þetta er mikil breyting en þetta varandi þetta er mikla breyting og þú sér þetta væntanlega líka. Jú. Já, er þetta kannski að gerast annars staðar líka? Ég hugsa það, sko við vorum nú áttum mjög gott spjall frammi. Verst að þið voruð ekki þar. En við vorum einmitt líka að ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að fólk er mjög tregt fyrir að borga það sama fyrir það sem er á netinu og það sem er fysisk vara. Og við náttúrulega, bara ég er nú formaður rithöfundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að spjótum okkar að streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel, þú náttúrulega færið ekki efnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla, nema að vera með áskrift. Og áskriftin er sko minna en ein kilja, en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringinn og þú getur látið alla fjölskyldu, þú getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því. Þetta er náttúrulega bara viðskiptadæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni, þetta gengur ekki upp. Þú veist, höfundar, að þetta byggist á lengd skáldsögunar eða textans, höfundur skáldsögu er að fá svona 10% af því sem hann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem bara selst í bónus eða í pennanum, Eymundsson. Og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar. Það eru alls konar svona einhverja bækur, sannsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýddar af gervigreind. Af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni, fleiri og fleiri höfundar segja bara nei, ég ætla ekki að setja mitt dót þarna inn og útgefendur eru farnir, þeir fá svo lítið að þeir eru farnir að sporna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það er bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslan inni. Og það er kannski meira að nota það fleiri sem að Sko, ég náttúrulega þú veist, það er inn á Storyteli til dæmis að sjá sko vinsældalista og það maður sér að þeirra efni er mjög mikið þar
vinsalast mest hlustað. Að því getum að trúi því að þetta sé rétt, skilur við hefum ekkert engin tóli að tæki til þess að sjá það. En annað í þessu er þegar þú opnar appið sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í þennan sagna heim þeirra, að þá sérðu mest þeirra efni. Af því að og það er auðvitað það sem við höfum meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins, að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efnis annarra. Þannig að Og hvað við bara samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófur rannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitið, þetta er sænskt fyrirtæki með starfsemi víðar. Þannig að þú veist, en það er alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað er komið á netið eða er stafrænt og þú færði ekki fiskan hlut, þá er eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem er mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni, þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim, að þá bara, þú veist, en það kostar ekkert minna að búa til frétt sem fyrir á netið en er prentið í blaði. Þú veist, þú ert með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka. Smári, þeir sem að búa til efni, þeir eiga það. Hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og það er ekki allir sem njóta sem borga. Hvað meinar þau? Er dýrt að læsa? Já, það er bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifandi samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri hag af því að fleiri horfi. Þetta eru bara þú og þeir sem er efni og borga áskrift. Og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ég ekki neitt, að ég fæ ekki umfram aðra. En við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því, borgar samt. Sem ég hefur gerst. Já, sem er bara, fólk getur hugsað þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem hafi ekki efni á að borga og læti ekki fara í taugarnar á mér að sé ykkur að horfa sem hefur vel efni á því en borgar ekki. Þannig að þetta er bara þannig. Þetta er bara tilraun til þess að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur. Og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem er svona eftir þýsarárunum, kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85, 90 og hérna heima kannski 70 til 2000. Það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið af fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilað sko gríðarlegum fjármunum. Analógurinn, hann gerði það voru bara örf á sjónvarpsstöðvar og örf á útvarpsstöðvar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkaður þar svona, hann leiðir til fákeppni, það er einhver eitt sem drottnar yfir viðkomandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenposten í Oslo og Washington í Washington og þar undir götunum. Þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma þar sem að pólitíkin eða svona hugmyndur okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún er í dag. Það voru fólk sem rak fyrirtæki, sætti sig við að hafa eins konar almannaþjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta er bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa hvernig var fjölmiðlunin áður en þetta gerðist. Þá vorum við með voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem héldu út í fjölmiðlum af einhverju hugsun sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagið. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmið er Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem er bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá er það spurningi fyrir okkur hinn. Viljum við lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp einhverja fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvægi? Sumir halda ríkið í að koma þarna og
það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir bara ættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt hjá ríkinu við að byggja upp eitthvað vægi á móti því. Mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta. Þeir telja að þessi hlutverk ríkisins að ýta undir auðvaldið, að ýta undir atvinnuvegina, að aðlaga samfélagi þannig að fyrirtækin hafi það sem allra best. Og kannski í því andrúmi náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þeir fjölmiðlar sem eru ekki í eigu sterkustu hagsmunaaðilanna á Íslandi að þeir standi veikt. Þetta bara samfélagið sem við höfum búið til og þetta svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færi okkur eitthvað. Já, ríkið nú komið inn í. Við höfum bara svo hlægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna það. Það á að fara að staða núna. Það sem hefur auðvitað vanta líka það þurfa að vera peningar til nýsköpunar. Það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum þar hafa ekkert þróast ofsalega mikið svona tæknilega. Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfið þú ert að segja það. Stærstu styrkirnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins. Það er það sem ríkið gerir. Það ýkir ástandið í staðinn fyrir að laga það. Já, ég vil reyndar alltaf leiðrétta þetta með styrkina af því að það er engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrki til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég er með fjölmiðlanefnd til að leiða mig. Þetta er ekki styrkir, þetta er endurgreiðsla á kostnaði, svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst, svo færðu þetta greitt tilbaka. Þetta er ekki svona styrkir eins og þú gerir kvikmynd og þá færðu fyrst styrk úr kvikmyndasjóði, svo færðu einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengið, það er þessi endurgreiðsla. Þannig að, en ég veit þetta er alltaf kallað fjölmiðlastyrkir, þetta er þetta bara. Þetta er endurgreiðsla. Þetta heitir ekstra stuðningur eins og það er í lögum. Já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir, þú þarft fyrst að hafa efni á að vera með fjölmiðl og rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir den kostnaði sem það er út í. Þú þarf ekki alltaf 3 starfsmenn. Nei, það er einhverjur undantekningar, já. Ekki utan Suðvesturhússins. Já, einmitt. Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vantað, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin er þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem er að segja, bara sama eins og Guardian gerir, allt er og Kjarnin gerði líka, við vorum með þannig, allt er opið og þú veist, ertu til í að borga og þá gerur það eða ekki, eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á Gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin en það sem að kannski við höfum verið að tala með það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa. Þetta er kannski bara svona partur af einhverjum djúpstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar að vera efni eru að glíma við. Hvort það er kvikmyndagerð eða bókaútgáfa eða fjölmiðlar. Að það er þetta, þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn ég hef ekki eins og viss að fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis. Það þurfa að vera leiðirna til að borga, þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það er það sem við eigum ekki, fjölmiðlar, eða svona flestir eiga ekki. Þannig að þetta er alltaf svona, þú ert alltaf að byrja hvað og svo líka er það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð, fá einhvern háan styrk, það er líka ekkert einfalt heldur. Hvaða peningum viltu taka við? Hver má landa fjölmiðl hafa 100 milljónir? Eða þú veist, hvernig viljum við að það umhverfi sé? Þannig að þetta er það er einhver einföld lausn, en mér hefur þótt að það vanti bara
alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum af stað með gímaldið, það er það að fólk vill fjölmiðla og þarf á þeim að halda. Það er, við fáum rosalega miklu samskipti við fólk og því ábyggilega upplifa þetta líka. Að fólk er að segja, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það. Og ég hugsa, já, það verður einhver að gera það. En þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað, en ég bara er ekki með þetta. Þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál sem að skipta máli. Bölvu staða, já. Þetta er mjög gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í það. Já, hafi ekki einhvern veginn getuna og þú þarft cirka, ég reknaði ekkert við þurfum svona 400 áskrifundur á baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi upp. Þá þarftu að vera með 400 áskrifundur til að geta ráðið einn blaðamann. Og það er bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og það ætlar að byggja bara þannig upp, þá bara tekur það tíma og þá getur verið áskrifandi að segja, það er ekki nóg mikið efni en að ég bara ætla ekki að borga fyrir eitthvað sem er svona sjaldan gefið út en þetta er alltaf, þetta er skrítin staða en mér finnst að stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara um það að ríki komi inn með einhverja peninga en það er líka aðra leiðir sem er ekki bara það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn markað en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðirnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta. Er það ekki staðurinn? Það er bara eins og auglýsingasala er mjög erfið hjá ykkur eins og öðrum. Já, við höfum eiginlega bara ekkert verið mikið í því en ég meina auðvitað er það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú er HM í fótboltann af staði að þá auðvitað hreinsar þá ryksuga RÚV ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það er bara erfið tími fyrir alla aðra en svo kannski komið tækifæri. Alveg glás á auglýsingum, það er alveg tískipta auglýsingatíma á milli í dagskráliða. Já. Og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar. Þetta eru svona menn sem áttu ekki efna og auglýsa í mokkanum eða fréttablaðinu sem tíma. Það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auglýsingar á RÚV sem að bendi til þess að verðið er bara allt og látt. Sjáum við það kannski í því að svona sjónvarpsauglýsingar eru svona heimagerðar. Það er eins og maðurinn í Kasa sem er alltaf að selja leðurstólinn sinn og svona sem við setja að vera svo menn sem ekki efna á að búa til auglýsingar hafa efna á auglýsa RÚV sem að bendi til þess að verðið á RÚV er bara allt og látt. Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðunni eins og við vitum en mér langar bara að taka undir og auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrarumhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið eins og... Hvernig það gera það? Það er hvergi í heiminum Nei, akkurat og það er það sem við erum líka að standa frammi fyrir að heimsmyndin er all breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður, við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leyti. Við viljum að minnstakosti að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að, þú veist, ég segi kannski ekki það er ekki þar með sagt að við verðum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið er auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda lífvænlegu ástandi í virkni því að þetta vinnst allt saman Ég held að þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla, þetta er auðvitað pólitískt kerfi sem er búið að koma á. Það er ekkit heilagt eða endanlegt að gera að miðla reynslu af því og gagnrýna og finna nýjar tillögur að leiðum. Það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur. Það eru ýmsar útfærslur þannig að
þetta tilraun sem og maður má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé tilkomið töluvert seinna heldur en hefði mátt vera miðað við önnur lönd svo að við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það líka eitthvað sem að ríki má auðvitað bera ábyrgð á og við væntanlega horfumst í augu við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáanleika. Það 5 ára lagaumhverfi núna. Við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýuppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi 5 ár. Þannig að það minnsta kosti fyrirsjáanleiki með það að það sé hægt að reyða sig á að þessi stuðningu verið veittur að minnsta kosti 5 ár. Það hefur ekki verið hingað til. Þetta hefur ávallt verið bara á ársbasis. Þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt. Ekki stuðningur við bókútgáfu? Jú, það það stuðningur við, sem sagt, það svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði í einhvern ákveðin tíma fyrir útgáfu bókar og svo kynningakostnaði eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda, en það það þeir sem að greiða þennan kostnað. Svo náttúrulega rithöfundastyrktir bæði með listamannalaunum og svo með svo kallaða bókasafnssjóði sem eru svona, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bóksefnum. En í raun og veru, og þetta náttúrulega það ekkert ofsalega langt síðan þetta kom til, þessi endurgreiðsla. Hugmyndin var með að vera með svo kallan núllskatt, virðisaukaskatt á bókum, en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið, Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma, en virðist svona ætla að vera. En það í raun svolítið magnað og eiginlega fáránlegt hvað við höfum sem bara þjóð treyst á það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar. Og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslóð. Það bara, það eru öll merki það að lesskilningur krakka sé ekki nægur og það ekkert endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa, það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa, vegna þess að bókmál bara allt öðruvísi en talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það netið og þannig að þau kunna kannski bara orðin og öllum plánutunum og alls konar fyrirbrigðum, eðlisfræðilegum fyrirbrigðum á ensku en skilja þau ekki á íslensku. Og ég nú ekki formaður hagþengis sem félag kennslubókahöfunda en það hins vegar félag ég ætla aðeins að fá að halda í þetta en þess að við erum að gera fáránlega illa bara, við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis. Við erum að eyða frá 1/7 til 1/10 á höfðatölu miðað við Norðurlöndin í gerð námsefnis. Við ættum að vera með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennd í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir, þetta grunnskólinn 10 ár og svo kemur framhaldsskólinn en við erum með sem sagt bara brotabrot af því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlandaþjóðirnar eru að eyða í námsgagnagerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarleg tölvuleikja framleiðsla hjá Námsgagnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur mikið af fjármálum sem það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja bættu námi svo bara ákveða Kópavogur að allir fengju spjaldtölvur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var svo úrelt. Þannig ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug fyrir hrun
er nýtilegt, bara ekki neitt. Það bara algjört gat. Sonur minn sem orðin 32 ára var rosalega góður í landfræði. Einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla. Hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og eitthvað í Austur-Evrópu. Svo fór ég að skoða bókina. Það voru bara Sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hafði Sovjetríkin verið ríki, skilurðu. Þú veist, þetta, við erum fáránlega léleg í þessu. Og svo hefur líka bara, svo ég fá nú að vera með smá kannski mína skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu er bara fag. Þær ríkisstofnanir sem hafa séð að framleiða námsefni, þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar. Kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis. Þeir eru það bara ekki. Og það er bara, þú veist, það er bara allt annað fag og það er alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka. En þeir eru ekkert endilega bestu ritstjórarnir til að, þú veist, það getur bara svona ákveðin verkefnistjórnir sem þú þarft að kunna. Þú ert að framleiða námsefni. Bara annað í þessu öllu saman er bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni. Af hverju höldum við að okkur haldist illa kennaran? Þegar kannski, þú veist, 40% tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fer bara í að búa til námsefni því að það er ekki til. Bara hvaða glórulösa vitleysa er þetta? Þetta er rétt að vera. Þú veist, þetta er svo glórulaust. Við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku á næstu árum. En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku, eða lesa á ensku, að þetta höfum við líka verið að heyra, sko ekki með krakka, þetta er bara fullar fólk sem vill vita hvað er að gerast í heiminum, að það segir, heyrðu, ég bara farin að hlusta svo mikið og ég hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara, ég gleymi bara að hlusta á íslensku. Það er bara, ég hlusta bara á ensku útgáfnu af því þannig eru gefnir út með mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, já, heyrðu, ég heyri aldrei neitt íslenskt. Þetta er alveg fáránlega ákvörðun vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York. Nei. New York Times er ekki svona yfir heiminum. Þetta er bara lokal blað sem er gefið út inn í New York. En ég er að segja, það heyrður þetta stundum í fólki sem er að tala. Það er bara kynnt sér í einhverjum podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta af Bandaríkjunum. Er að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert erindi. Sko, ég held að það sé enn meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla. Og þar eru oft líka bara, þú ert í skrollinu, þú ert með krakka, þú ert með ungt fólk sem er kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem er að slaka á. Og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo, fólki bara er berskjaldað fyrir einhverju einmitt fullkomnu bulli sem að á enga, þú veist, bara það er engin relevans við íslenskan veruleika. Og þannig erum við líka þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni. Þú veist, bara það er alveg saman hvað hvort þessi Evrópuherinn eða menningarstríðið, múslima árásir, þú veist, það er alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega en ekki úr rök. Þetta er mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að það er akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið risa fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá, við vitum það og þar verða til svona hálfkvöðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofboðslega mikil áhrif sem er ekki jákvætt að mínu mati. Það
hættulegt að mínu viti að við leyfum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta, alla þessa fylgjendur, áhrifavald má segja. Þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum. Fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið návíi, þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli. Það svo mikil nándorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum. Það tekur ákvarðanir að verja tíma sínum í að skrolla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reikniritinn og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítarhingur sem við horfum frammi fyrir eða sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta, einstaklinga sem eru bara raunverulega að taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með marga fylgjendur. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að, sko, við verðum að taka með inn í myndina. Og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika, til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frumunnar af fjölmiðlum þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn. Sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautunin, þarna verður til sko sundrungin í samfélögum á stóru leyti. Þetta er við venjulega sko klassíska fjölmiðla. Já, en við getum líka sagt já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverfi af því að bara af mörgum ástæðum en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og og annars staðar sem eru áskriftarmiðlar og þeir eiga sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem er mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað að segja, svona, það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmiðlum, þarft að vera með almennilegt app, vera með almennilegt kerfi, almennilegt áskriftarkerfi sem er auðvelt og þægilegt og helst auðvitað mátt ekki kosta of mikið og svo framvegis og þetta er alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að séu mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað er margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé fara til fjandans en ég held að séu tækifæri í áskriftarmiðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það bara í fréttum bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk er í auknum mæli að hlusta hljóðbækur, það er að hlusta á New York Times frekar en að lesa það og er að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta er komið fram bara í skýrslum, svona alþjóðlegum skýrslum til dæmis fjölmiðla umhverfi. Það er að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það er ósala lítið sem að það er erfitt að sjá alveg hvernig er hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hverja einasta þátt, hverja einustu grein en ég meina þú veist þessir miðlar sem að gera þetta vel þeir eru að vaxa
og þannig að það alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér sko. Það náttúrulega munurinn sem hér og til dæmis á Norðurlöndunum það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum dytt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það eiginlega ómögulegt að byggja upp vefmiðil við hliðin á þeim. Og það svona sömuleyti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa miðla sem að telja sig ekki þurfa að innheimta áskriftir. Akkur ríkið að henda peningum á eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu það. Já, ég meina allavega í Noregi það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir. Ef þú gefur allt efni þá fær ekki styrk sko. Þannig að það alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því í þá átt sko. Mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tvekja miðla sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi. Þannig þú ert eiginlega að styrkja krabbaminnið sem svolítið skrítið. Já, ég veit ekki. En svo náttúrulega líka RÚV. Þetta bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta. Það ekki einhverja kurteisi gagnvart eigendum MBL og Vísis. Það nefnir ekki. Þetta það sem að sker íslenska og ástæða fyrir því. Þið voru að spurja, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu? Það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já. Það eitthvað 7% sem segja já á Íslandi. Akkur heldur það sé. Því það ókeypis búð. Þess að ég get bara fara og sótt mjólkina mína. Akkur ætti ég að kaupa mjólk af þér. Ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurtið sem var aðalega gagnvart því, ég ætlaði að nefna að hvað ef Fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað frekar en fríblað til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta ekki bara þessir opnu frímiðlar. Fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti. Það var bara til þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu blöðunum og voru meira og minna komin yfir í bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagasbæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmiðlu upp á leiðinni. Það var eiginlega hugsunin bak við Fréttablaðið. Já, en þetta það of mikið frí efni og það líka bara óslega mikið efni, ég meina RÚV náttúrulega með framleiðir alveg gríðarlega mikið af texta. Þetta takmarka RÚV á netinu. Þetta takmarka RÚV á netinu. Já, það er búið að gera það í Svíþjóð. Þar var takmarkað. Þeir mega bara selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað svoleiðis. En ég meina það fáránlegt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annarra til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum. Magni sem þeir skrifa inn á rúv.is á við heilt dagblað. Já. Og þeir komin í allt, þeir komin í alls konar podcast og flera. Þeir svolítið eins og Kefar á Akureyri. Það bara ef einhver stofnar fatarhinsun þá þeir konum við liðina. Já. Þannig að þeir það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almennilega utanum það hvert á hlutverk RÚV. Já, ég held að ég var nú fyrir nokkrum árum í stjórn RÚV í nokkur ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel. En líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að RÚV færi af auglýsingamarkaði, þú veist það auðvitað eitt, en ég held að síðan allir langflest færnir að sjá það að þær auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi, þau færi bara í auknum mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðilar að selja. En mér finnst þetta bara rosalega mikilvægt og líka áhugavert af því ég held að það sé mjög mikilvægt við séum með ríkisfjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það þá hvort að hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla, hvort að það sé hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna áðan hvort að og horfa til Noregs til dæmis ef Austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarfi við RÚV þannig að RÚV treysti á þá starfsmaður Austurlandi eða eitthvað slíkt það eru alls konar svona leiðir færar og eins líka bara að þá alveg, þú veist, má alveg hugsa sér að RÚV væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undirgengjust þá, þú veist, þetta hlutverkum fjölmiðl í almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega mikilvægt hlutverk og bara að því ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega
menningarefnið lengur. Þú veist, þegar bara fréttir þar eru ekki óháðar. Maður bara sér það, þetta eru bara orðið málgagn eigandana og ekkert annað. Já, en það setja 100 miljónu ári inn í þetta. Já. Og það er raunveruleiki sem við verðum alltaf að geta ráðið að tala Blaðamannafélagi til dæmis er alveg ómögulegt í því að tala Morgunblaðið fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðlana að öflugustu fjölmiðlarnir séu keyptir upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálægt fjölmiðlum, kann ekki að byggja það upp. Raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem þú veist. Ég reyndi að fá einhvern fulltrúa og stjórn Blaðamannafélagsins með okkur. En sko, þú veist, það sem er svo alvarlegt í þessu er að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaðir í einhverju öðru stríði. Það er eitthvað sem að, þú veist, eins og bara, þetta er kannski slúður, en ég frétti það að eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var lögð af til dæmis sér ritstjórn MBL og Sameinað. Svo bara kemur þessi ESB-atkvæðagreiðsla, skilur við, þá bara alla milljónirna rata bara aftur. Og þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist, þarna var bara eitthvað stríð sem við verðum að vinna, peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á bara allt Við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi. Þetta er bara svona. Mér langar að koma inn í þessu umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið er núna í þessari ESB-umræðu. Það að við getum ekki í raun það er fáir fjölmiðlar sem er umverulega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð held ég sæmilega miðlalæst og getur lesað milli línana fyrir hver miðill er að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vil taka boltan. Það er mikilvægt að við finnum og getum boðið það að það sé fyrir almenning í landinu er það ekki allar hliðar málsins og að við fáum tækifæri til þess að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir. Ég meina fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðhald til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild. Ég bauð líka Andrisi Magnúsinni. Því sé haldið til hann. Mér langar að segja bara, draumurinn er þetta að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðil sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án þess að það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir. Að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda. Að það sé hægt og svo framvegis. Að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál. Við vorum nú með miklu umfjöllun matarverð í sumar. Þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá er ekki hægt á sama tíma að hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastóra auglýsingapakka hjá okkur. Nei, kannski, ég veit það ekki. Ég er að segja, það er kannski ekki saman. Það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að draga umfjöllunina í efa þegar þú sér bara auglýsingu frá Hagkaup á sama stað og líka bara, þú veist, það sem við að því við erum mannleg, það er alltaf einhverju smá sjálfsriðskoðun í okkur, þú veist, við erum þú veist, eins og ég tala núna Morgunblaðið, kannski fæði það í bakið, þú veist, kannski verður mér Mokkin ekkert fjalla næstu bókina mína, ég veit það ekki, skilur ég vil bara taka þá áhættu, en það er áhætta, þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því. En þetta er í rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að áskriftir séu miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auglýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, að það er bara miklu betra að vera bara háður ef að fólk hefur 3.000 króna vald yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara að hætta að vera áskrifandi af því þetta er svo ömurlegt, þá er valdið samt bara
sko 3.000 krónur. En það er ekki 3 milljónir eða 30 milljónir. Og það er auðvitað það sem er, en þú veist, kannski er þetta einhver utopía að þetta sé hægt. En ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona miðl, en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju ákveðin kerfi, eitthvað svo leiðis, en það þarf að koma það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmiðlunum líka, vegna þess að ég held að fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar. Nei, og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavéla. Og hvað gerist þá? Og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavéla, inn í gervigreindar mötunina. Því að það er jú þannig, og við vitum það líka, ef þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT, að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess, og ef það ekki er í grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum, þá er ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum. Svo þetta er líka að sjálfsögðu risamál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum við að bregðast við þessari yfirtöku, ef ég má segja, gervigreindarinnar, sem er jú auðvitað, eins og verður að taka það fram, hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í för með sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætla fjölmiðlar að spila með það? Hvernig er það bara samfélagi að gera? Ætla samfélagi að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvista fólksins, inn í gervigreindar forritun sem eru í eigu auðvista fólksins? Ætlum við að eiga eitthvað heima í þessum heimi? Ég held að Hvernig getur sportnað við því? Það þarf eitthvað svona, eins og kallaði bara andleg vakning, að fólk átti sig á því að allt sem að þeirra sagt er lygi, að það sé hægt að treysta markanum fyrir fjölmiðlunum, að treysta markanum fyrir bókútgáfinu, að treysta markanum, það er bara ekki hægt. Og það er ekki svo langt síðan að stjórnvöld, til dæmis ef þau voru bara snemma á 20. öldina, það var stofnað menningarsjóður, þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane, þeir styrktu bara það sem að skipti máli fyrir íslenskuna, það sem að skipti máli fyrir íslensk samfélag, til þess að hér verði til gott samfélag. Það er ekki bara að vera að ýta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera, að það er verið að ýta til dæmis undir mátt auglýsendana, að auglýsendan sem halda út í viðskiptablaðinu, þeir fá 25-30% greitt tilbaka á því sem þeir leggja til, og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið, og sama á við Morgunblaðið. Þannig að það er kannski frekar að tengja þetta við áskrift, það var þetta að nota, við höfum ýmsar útgáfur, við höfum sambandi við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi, að styrkja framleiðsluna sem er styrku til útgefanda, þótt að rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frelsi gagnvart útgefandanum. Líka, já, einmitt, mér langar aðsamt að en blaðamaðurinn fær það ekki, sem að vegna þessar útgefandunir sem fá allan peningin, og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu. Við höfum kerfi eins og er til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14.000 krónur á ári sem að renna í sóknargjöld, og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara, eða í hvaða trúfélag, eða man ekki hvað það heitir til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með. Og ef það gerir ekki þá verður það bara lífskoðunarfélög. Þannig það væri hægt að láta almenning frá 14.000 krónur sem mættu deila á 2 fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að ýta undir áskrifenda valdið, og ef að þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr Morgunblaðinu og eyðir penningunum sínum með öðrum hætti. Þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem er heilbrigðari heldur en það að vera bara að styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi. Mér langar aðeins að því þú varst að tala um styrki til lista, eða rithöfund og annar listamanna, og svo er þessi 25% endurgreiðsla. Við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð, og það er 20% árangurshlutfall.
Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt. Já, En þar sem að það auðvitað sigtar út drasl en svo ætti í raun og veru, það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki. En að útgefendur, eina kríterían þar að það sé eitthvað svona ákveðin vikt á þessu, þetta sé ekki 8 blaðsíður, heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku. Þar ekkert gæðaeftirlit. Og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að ríki styðji útgáfu, hvort sem það eru fjölmiðlar eða bækur á íslenskri tungu. Mér finnst það bara mjög mikilvægt, en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæðaeftirlit. Þannig að það sé, þú veist, núna til dæmis, þegar þessi lög stuðning voru sett, það var til dæmis ekki tekið á gervigreind. Við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að koma með gervigreindamyndum og við erum bara hvað á að gera við þetta. Það er kannski barnabækur þar sem gervigreindarmyndir en það er tilgreindur einn höfundur, hugsanlega líka gervigreinda texti. Við sjáum bókasafnssjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig eða úthlutun úr honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana. En við erum ekki bókalöggan. Við getum ekki ákveða hérna, þú átt ekki að fá þetta, en þetta er gervigreindardót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess vegna átt þú ekki að fá bætur fyrir þetta. Gervigreindi fær ekki listamannalaun? Hún færi þannig ekki og þú veist, ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum við að styrkja frí fjölmiðla? Nei, kannski ekki. En eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, augljóslega málgagn bara einhverja. Eigum við að gera það? Eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gervigreind? Eigum við að gera það? Þú veist, þetta mikilvægt menningarlegt? Já, þetta bara mikilvægt að stjórnmálin þetta bara órætt. Við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markaðurinn kemur alltaf með bestu lausningar. Það er ekki þannig. Þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta samfélag sem við viljum búa í. Það er líka þar hægt að segja það verður að vera einhvers konar blandað kerfi. Við verðum að geta reitt okkur á blandaða tekjustofna. Ríkið getur eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkisstjórn að það verði skrifað út. Eða einhver tiltekinn flokkur eða stefna skrifi það bara út. Svo það til þess að hafa orðið svona fyrir ósanngjarnir umfjöllun. Já, erum við ekki bara, verðum við ekki einhvern veginn að sameinast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langar mig til þess að ýta við því að samfélagið allt þarf á því að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun. En svo samfélagið allt hefur verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort það er eitthvað samrætt við fjölmiðla. En ég er bara að tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu. Hvernig samfélagi við viljum byggja upp? Það var til eitthvað vitund það að það væri gott fyrir samfélagið ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf. Og var líka haft að stefna, það var svo erfitt að ná í eitthvað annað. Það hefur viðhaldist að einhverju leyti. Já, það er það, en ég held að þetta, fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og íslenska tónlist í jólagjöf líka. Það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka. Ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfesta í henni sem samfélag. Já, gerum það. En við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Kímalsins, Þór Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins. Takk fyrir kærlega fyrir skemmtilegumræðu. Takk sömuleiðis. Og hér á eftir þá sýtum við bræðirnir tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.
Já, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast er nú þingið í gangi og eitthvað slíkt. Það er ekki pólitík í gangi nema Evrópusambandið. Það er ekkit annað. Það er lítið annað allavega. Nei, það tekur náttúrulega... Þetta er náttúrulega svo tími ársins sem er lítil pólitík í gangi. Það er sko búin að vera sumafrí í sveitarstjórnum og... Já. En það er nóg rætt Evrópumálin sem skiljanlegt, þetta er náttúrulega stóra ákvörðun. Já, heldur betur. Og núna kannski svona, myndi ég halda það svona, kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til. Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga. Er það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmiðla, að í þessu svona kerfi umræðina sem við erum með í dag, að þá tilhning á því að öll mál verði bara 50-50. Að það er hvort sem að er Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum, að þá er þetta alltaf bara 50-50 sem þetta er, og niðurstöðu kosningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá. Ég menna að gæti ráðist á bara 120 atkvæðum. Ég held mér dætt aldrei í hug að sko, þeir sem eru einangrunna sinnar eða sem vilja ekki, að þeir berjum hart á móti því að veita sko raunverulega umboð til samningsgerðar. Þeir segja að þarna sem verið að sækja og sem er náttúrulega rétt eða. Já, en hinn í þörnita fyrir það er... Það getur hætt við það. Sem er náttúrulega þannig ef við förum að semja eitthvað og þá náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki. Já, einmitt. Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands og þá verði ekki samningur. Það veit ekki fyrirfram, sko. Nei, ekki nema við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifa það bara undir. Það geti verið eitthvað svoleiðis niðurstaða. Já, ég held ekki. Nei, svo eftir að bera það aftur undir sko þjóðina. Já, en það eru þeir sem að vilja segja nei núna, telja að þarna séu við eiginlega búin að sækja og þá hefjist svo kallað aðlögunarferli sem er bæði kostnaðarsamt og þá er við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu. Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsuna. Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar. Nei, þeir sem er að stýra því, sem er en ekki ætlaru þeim sem vilja ekki gangi í Evrópusambandið og eru ekki útgerðarmenn, ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til, og gera það ekki hinum einn, sko. Nei. Að það sé allt yfirvegaðar ákvarðanir. Ég er ekki að segja það, þetta er svona flokkaskipt líka. Þetta, þegar þú skoðar þetta, þá er til dæmis kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru mjög neikvæðir, tala nú ekki Miðflokksins, og ég er reynda Flokksins líka og Framsókn, og þetta er þannig svolítið skipt, þetta er sko þetta er svipað kjörfylgi kannski, miðumælingar, þeirra flokkar sem vilja þetta alls ekki, og svo aftur hinna sem vilja það. Það er þeir flokkar sem hafa svona meiri þjóðernistaug en aðrir, að það er líklega að finna neyjara þar. Og þetta er svona jafnaðmenn og sósíalistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir. Þó að það sé kannski ekki við fórustu aðra flokkana. Nú var Rósa Björk að gefa það út og hún ætlar að segja já, sem er formaður VG. Svandís skrifaði daginn að ætla að segja nei. Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að það væri gefið svona svigrúm til fólks að bara taka ákvörðun út frá. Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir. Ég held að voða fá þetta ekki ákvarðanir út frá því hver er orðljótastur og mest neykslaður á andstæðingi sinum. Og hver skrifar sko heilsíður á dag hvað Evrópusambandsins. Já, eða öfugt. Eða eins og þú sagðir einangrunna sinnar eða verið að... Já, ég er að nota þetta orð frá... Verið að rakirða þá sem eru með aðra skoðanir en þú. Nei, hvað er ég að taka þetta upp? Ég er að segja umræðin hefur mest verið þannig. Nei, Smári, ég er að taka þetta upp eftir Birni Bjarnasyni. Já, ég er að segja umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að rakirða þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að rakirða þá sem að vilja segja já. Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu.
Eða hverjir eru duglegastir að búa til gervigreindarmyndir sem að sína annarkvort sko allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða að allt fari til helvítis að við göngum þar ekki inn. Við verðum bara aftur í torgkofana og lópapeysuna að borða slátur. Þú ert að miskilja mér svolítið mikið. Ég var ekki að miskilja, ég var bara að tala út frá þessu sem þetta segja. Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram. Nei, en þetta sem ég svolítið pælt í. Og ég að vona það að ég geti rætt þetta í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina, þessi tvískipting að innan fjölskyldna, vinnustaða og hvað sem sko, þessi mikla tvískipting og þá held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég spilaði í skóla, verið lítið í sumar og svo leiðilegt veður, en þar tegur maður til því, það aldrei talað þetta í skólu, aldrei. Og bara, ég ekki það sem ég spilað, og bara enginn að tala þetta. Þetta getur orðið bara leiðilegt álag. Við þekkjum það þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna út af afstöðnu til Trump. Já. Að bara Jói frændi, hann kemur ekkert í búið hingað af því að við viljum ekki fá trumpista eða ekki trumpista. Þannig að sömuleyti, að því að Ameríka hefur svo mikil áhrif á okkur, að sömuleyti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum. Að vera svona mestu töffarinn sem mest hatramur og rakyrðir andstæðingarnir eða hæðist mest að þeim. Að það sé eiginlega smartast. Hefurðu séð þegar að Þorgerður Katrín að svara skítkastin í sig? Nei, það er svolítið fyndið, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún svona, veist, að fólk er orðljótt, virkilega. Og þá er hún að svara þeim fulliríku sem þar koma og hún gerir það vel, sko. Þannig að ég var ekki að nefna ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi, en hún gerir þetta svona skemmtilega hátt. En mér finnst ég hef ekki séð þetta hjá henni, en mér finnst það sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafyllsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt. Þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúllaðistir, gefa þeim eiginlega sviðið. Þannig að öll umræðinu meira og minna á sko forsetu þeirra sem eða hæða þá. Já, mesta orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða andstæðinginn eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti. Eða láta líta út eins og hann sé stjórnlaust vitlaus. Já, það er það sem ég að segja. Þetta er svo mikið ógn við samfélagi. Já, og þetta finnst mér að þessi sko jafna skipting, hún er bara ógn við samfélagi. Já, og allir gangast inn á þetta. Mér finnst langt flesti sem að tjá sig til dæmis inn á Facebook láta svona. Þeir eru alltaf svara sko. Nei, þú velur nú hvað þú lest sko. Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendi daginn og komst að því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það er helmingurinn á þjóðinni tilur hinn helmingi verið að fávita og öfugt. Þannig að það er eiginlega þannig stemmingin sko. Já, þú getur valið sko. Það eru margir bæði jáarar og neyjarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar sko. Já. Þú getur fundið það er ekkert vandamál. En það má ekki taka bara sko úrrækið, eða það sem er vest. Mér finnst flestir vera að því, sko. Mér finnst flestir vera að því. Já, þú velur. Að þá að það sem segir maður ég vilja segja já, að þá er sönnunin mín á því að finna einhvern sem að sagði nei sem er með vittlisustu rökin. Þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko. Ég held þetta leiði bara til klofnings og svona og ég sagði nú fyrir þáttinn að var að vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið á mínu heimili þá gerir út á svölum. Það er svona miðst þetta að vera næstu að detti í það, svipað og COVID var, svipað og æsi var og sömuleyti svo margt sem hefur verið eiginlega bara frá hruni. Það sem að annars vegar það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leyti þetta breytt fjölmiðlaumhverfi, það sem fólk meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvoru megin. Það eru fá svona rauðborð þar sem að fólk kemur saman úr ólíkum áttum og er að ræða saman.
Hver hreyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í hring, hvort sem En svo er er annað þjóðmál mál, eða aðeins líka. Það er það, hverjir að styðja þetta? styðja hvað. Nei, borga. Það eru þau sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið þeim gangandi. Nei, já, umræðina núna, ESB-umræðina. Þetta er eitthvað sem að ríkisendurskoðandi er að velta fyrir sér. Fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var ritstjóri á fréttatímaritinu Mannlífi, þá var Helga Vala Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kosningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og þá kom upp þessi gervifélög. Það voru margir frambjóðendur sem voru með gervifélög, áhugamannafélög sem er ekki skattskyld og þarf ekki að gefa upp neina reikninga. Og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðu inn í prófkjörinn eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reitt að það gæti ekki þrætt fyrir þetta voru bara staðreyndir og stuðningsmannafélag Gunnar Smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt, engin að gefa neitt upp og það þeir sem voru í vestumálunum, þeir eru reiðastir eða ekki. Og þetta var bara mjög, Mannlífi er ekkert á tímarit.is. Já, þessi blöð eitthvað staðar en ég nenni ekki að fara að fletti í þeim en þarna skrifum við svona og við vorum svona alltaf, jæja, hver hringdi þig í dag, hver hringdi í mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt, sko. En þarna er þetta núna, nú eru kannski einhverjir, segjum bara útgerðin að setja yfir í nei-istana og einhver aðrir yfir í já-istana og það þarf enginn að gefa neitt upp, það veit enginn hvað er mikið og það er bara til lagi. Þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti. Þannig að við viljum vita hverjir er að styrkja þessa baráttu. Ertu ekki sammála því, bróðir? Já, það gerir margar auglýsingar sem eru svona nafnlausar. Nei, það kostar, sko. Það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrt í einhverju til greinaskrifa og fleira. Það er ekki alltaf verið auglýsingar. Það getur styrt málefni öðruvísi. Það getur bara verið, hvað erum við ekki að tala er ekki ríku eigendum Morgunblaðsins setja 100 milljóna, ekki alltaf halvu milljarði núna inn í blaðið. Þeir eru að kaupa auglýsingar fyrir þetta. Það er erfitt að banna það. Nei, þeir eru ekkert að kaupa auglýsingar. Ég geti brotið sparibauki minn og eitt öllu peningunum í því að kaupa auglýsingar á RÚV, gangi í Evrópusambandið eða gerir það ekki. Já, það er erfitt að stoppa það. Þú mælir hinn ekkert bót. Nei, en ég meina það er erfitt, ég er bara að velta fyrir mig sko hvernig þetta hafa eitthvað svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að Heimssýn og Evrópuhreyfingin fengu eitthvað svona skil á reikningum. Fengu 10 milljónir hvort frá ríkinu. En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa viljað tekið það yfir. Sem ekki fengið 10 milljónir. Nei, Áfram Ísland þetta er ekki sem að það er nei. Halldór Benjamín. Það er nei. Það er nei, já. Já. Áfram Íslandi nei. Já. Nei, ég segi sko við viljum sem viljum upplýsa samfélag. Við viljum geta að sé þetta. Hverjir eru bakkallarnir? Er það ekki? Smórið, búin að vera blaðamaður í 40 ár, sko. Jú, ég meina það er að reyna að grafast fyrir það. Ég er bara að velta fyrir mig, sko, hvort það væri, sko, stætt á því að banna auglýsingar Evrópusambandið. Nei, þetta er ekki, þeir eru ekki að kaupa auglýsingar. Þeir eru að kaupa áhrif. Já, með auglýsingunum. Nei, þessi halvi milljarður er ekkert auglýsingar. Þeir halda út í málgagni þjóðirli sinna sem vilja ekki gangi í Evrópusambandið. Já, er ekki að kaupa auglýsingar. Nei. Það er enda svolítið langt síðan, sko síðan að Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að þeirri keyptu Mókan út úr þrotabúinu. Að þá var það þrennt. Ekki breyta stjórnarskráni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
Ekki taka upp evru. Ekki taka upp evru. Já. Og þetta er allt tekist. Og það það bara harnar og það meiri pening inn í hana því að það eru færri sem kaupa fjölmiðlinn og þeir bara borga það. Var ekki verið að selja Lýsi 30 milljarða? Það var eitthvað færðist til verðið, það var ekki alveg sama var kynnt. Var 40 og lækkan í 30. Og Kristín Lýsi, já, hún er að setja 100 milljónir. Hvað heldur muni mikið af það? Það er ein teskið í kaffið. Þetta er bara sko... Það er kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif Morgunblaðið hefur. Kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko. Við vitum ekki það. Það getur ekki melda, getur ekki sagt okkur það. Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því. Að sá sem við segir nei, hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem vil segja já, hann þarf að halda umræðinu þannig að við séum bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svolítið, hann er bara farin úr samfélaginu. Og við höfum stundum talað um þetta hérna þegar við reynum nú að tala um mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstöðu í þeim, það séu bara 2 valkostir já eða nei í málunum, heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála, hvort sem það er sko menntakerfið eða utanríkismál eða varnarmál eða þetta mál. En manni finnst svona eins og tilnýjingin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei. Þú veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið eða ekki Evrópusambandið. En þannig það nú bara svo af því að kannanir sína bara könnun eftir könnun sko. Sýnir bara jafn stóra fylkingar. Já, ég held að það sé að tilnýjingin er svo að hóparnir verði jafn stórir. Af því að hóparnir færa sig þangað til að þeir eru komnir í þessa stöðu. Já. Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem er 70-30. Kannski ekki. Það sko því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt. Bara, væntir því ekki hann vinsemdin. Já, við erum að detta út úr því. Já. Við erum komin inn í tíma populískra stjórnmála. Enda sem að ég var nú lítið á Facebooku fór svo að skoða þetta með sko langt fyrirferðarmistir einhverja sko fullyrðingar sem eiga bara engin rök að styðja sko. Annars verður hvað allt verði gott ef við göngum í Evrópusambandið eða allt bara verði ómúlegt. Við heyrðist það nú á þeim Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko. Sem að voru ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram. Já, Bjarni var mjög svona diplóísu bara. En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Þannig geta séð kosti og galla ef að gangi í Evrópusambandið. Og ég meina það er engin sem að trúir því að það sé bara helvíti að lifa í Danmörku af því að það er í Evrópusambandinu. Ég held ekki. En samt það látið svolítið þannig í umræðinni að lítur þú á Danmörk sem fullvalda ríki? Ég held að flesti gera það. Nokkuð aðgáð því. Já, eða þá að menn telji að með því að gangi í Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40%. Það trúir því. En samt er þetta sko þeir sem eru með þessi sjónarmið á sikur mendanum sem eru svo yfir þyrmandi í umræðinni. Og allir vita ekki rétt. Nei, þannig að þá getum við velt fyrir uppbyttu okkur erum við að láta umræðinni í samfélaginu okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt. Og við erum lengur næra. En svo líka hitt sko að ég sendi graf inn sem við notuðum ekki. En það segir á síðustu 30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið rúm 7.000%. Sem er langt meira inn í öðrum löndum sem er búin saman við þarna. Og þá segir einhver, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið, við gengst undir makstir í skilirinn og gerir það saman, er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko. Er það möguleiki? En ég held að Davíð sé búin að setja eiginlega upp skilirinn sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki, skuldir það verði ekki hærra hlutfall en eitthvað ákveð. Þannig að við erum að taka upp
þessar kvaðir og höfum gert það. Það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var út alla Evrópu, en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur. En aldrei staðist þær, sko. Við höfum aldrei náðum. Nei, við höfum aftur möguleika. Aldrei náðu þessum markmiðum. Nei, en... Sorry. Við höfum aldrei náðu þessum markmiðum. Nei. En þetta... Þannig að það verður alveg þrautinni þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandið. Já, en ef þú tækir til dæmis sko gengissveiflur síðustu 15 árin, að þá er ekkert meiri gengissveiflur í íslensku króninni heldur en evrunni. Það er svolítið annar raunveruleiki sem er núna eftir ferðamanna bylgjuna, að þá er krónan ekkit sá gjaldmiðl í heiminum sem sveiflast mest, sko, sem þú getur fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað. Nei. Já, það getur vel verið, sko, en ég, sko, þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf. Já. Hann er búin 20 ári í þessu bransa, gæinn. Já, og er höfundur af samningunum sem er núna brostnir. Sem áttu að vera leið þar sem að við sjálf myndum ná tökum á verðbólgunni og hafa vaxtakjör hérna með svipum hættu veru annar staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að... En þetta er... Heyrðu. En það er ekki heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það er víða verðbólga í Evrópusambandinu. En kannski myndum við segja, já, hitt er nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel full reynd, sko. Við getum þetta ekkert. Við höfum aldrei náð þessu skilurum. Og af hverju akkurat núna? Ég veit það ekki. Við fáum kannski, við höldum þessari umræðu náttúrulega gangandi hérna á samstöðinni ásamt öðru efni. Já, við verðum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða heyra þetta. Það var ekki karp hérna okkur í dag. Nei, við verðum að... Bara enda vel valið í liðið. Vorum við fínt fólk. Við látum þetta gott heita í dag. Þakkum Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Á meðan við vorum að tala þá gerðist einn áskrifandi, Guðmundur nokkur, sem keypti 2 áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag. Já. Ef að þið teljið vera gildi í því að halda úti í samstöðinu, þá hvet ég ykkur til þess að gerast áskrifundur. Það kostar 2.750 krónur á mánuði að vera með grunnáskrift. Þið megi borga meiri þið viljið, en þið getið farið inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Það er þetta allt saman að skýrast. Það er yfir 1700 manns sem að eru áskrifundur á samstöðunni og raunverulega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum eitthvað því ógrynni af efni sem við eigum hérna á lager, en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkunni í efni. En takk fyrir í dag og njótið þess sem eftir af helginni.